komið sæl, hún sest hjá mér Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs. Við riðluðum aðeins dagskráni, koma auka gestur vegna þessara nýju frétta afnám hafta. Katrín, velkomin. Takk. Nú þetta kjörtímabil nýhafið eftir svona undarlegan endi á síðasta kjörtímabili og þú náttúrulega reyndir eftir kosningarnar að mynda svona þessa svokölluðu 5 flokka stjórn og það gekk ekki. Geturðu sagt mér svona bara í rauninni hvað það var sem gerði alveg útslagið það að það var ekki hægt að mynda þessa stjórn? Ég held að þegar maður horfir á þetta svona tilbaka þá auðvitað sér maður, eða svona mínu viti það auðvitað þannig að við förum inn í það að reyna að mynda ríkisstjórn, þessa 5 flokka stjórn sem að snúast ákveðna pólitíska sýn. Það önnur hugmynd en var rætt hérna áðan á vettvangi dagsins þar sem Þorleifur var að tala að hann hefði viljað sjá bara breiða stjórn, nánast þjóðstjórn, þar sem fólk sest saman einhvern veginn og kemur sér saman einhver aðalatriði. Og ég held að það sé ekkert launungamál að þessir 5 flokkar náðu ekki saman hins vegar einhver svona pólitíska sýn sem hefðbundið þegar við horfum á myndum meirihlutastjórna á Íslandi. Það starfa samkvæmt einhverju pólitísku markmiði. Þar var bara of langt á milli og það mín skoðun og ég held að ríkisstjórnarsáttmáli núverandi ríkisstjórnar sýni það að þar voru bara þessi sígildu skil á milli hægri stefnu og vinstri stefnu sem skiptu mestu. Það að segja bara deilunar það hvernig við tökum inn tekjur, hvernig við skiptum gæðunum, hvernig við forgangsröðum í okkar pólitík, hvað ætlum við að byggja upp á það að vera á vettvangi samneyslunar, hvernig ætlum við að skattleggja þá sem eiga fjármagnið, stórútgerðina og svo framvegis. Þetta náðum við ekki saman, þessir 5 flokkar. Og það eru þetta margir flokkar til þess að sittast saman við ríkisstjórnarborðið. Var þetta sérðu eftir einhverju í þessu ferli núna, þið náttúrulega eruð næststærsti flokkurinn, bara aldrei verið svona stór og fylgið einhvern veginn verið bara vera aukast við ykkur með við skoðanakannanir. Það er greinilega eftirspurn eftir áherslu Vinstri grænna inn í landspólitíkina og inn í stjórnun bara samfélagsins og þið verðið núna valdalaus, svona svo gott sem, í næstu 4 árin. Er einhver eftirsjá hjá þér, hefurðu viljað gera þetta öðruvísi? Nei, sjálfur sér ekki, því fyrir mér var það alveg klárt að ef við ættum að fara í ríkisstjórn þá yrði hún að snúast tiltekna hluti og hún yrði að snúast það hvernig við gætum með réttlátum og sanngjarnum hætti tryggt uppbyggingu á innviðum. Það var þetta það sem við töluðum mest fyrir kosningar. Það var heilbrigðiskerfið, það voru skólamálin, menntakerfið og það voru samgöngurnar og núna sjáum við þetta stöðuna í öllum þessum málaflokkum. Ég meina við erum bara núna með fréttir af BUGL þar sem húsnæði ónýtt vegna myglu, við erum búin að vera að horfa upp á þessar fréttir af spítalanum okkar, við erum búin að vera að horfa upp á vandræði í heilsugæslunni, gríðarlegt ákall eftir aukinni áherslu á geðheilbrigðisþjónustu, sálfræðiþjónustu, við erum að sjá háskólan okkar sem hafa haldið haus undanfarin ár, vera í raun og veru að koma fram, stíga fram og segja nú getum við ekki haldið haus lengur meðan við núverandi fjárveitingar og svo erum við að sjá þessi miklu mótmæli vegna vegakerfisins, samgangnana sem stendur auðvitað ekkert undir bæði aukinni umferð okkar Íslendinga og svo allra þessara ferðamanna. Þannig að ég hefði ekki viljað fara í ríkisstjórn nema það væri þá sátt það að við værum tilbúin að afla þeirra tekna sem þyrfti til þess að geta byggt upp samneysluna. Og við getum ekki gert það nema eiga fyrir því. Við þurfum að átta okkur á því. En við náttúrulega við stöndum vel eins og bara hefur komið fram allstaðar. Það allt í blóma hérna og miklu meiri peningar að koma inn, alls einskiptisaðgerðir og svo bara gengur miklu betur, það kemur miklu meira inn. Hefði ekki verið hægt, virðist vera sem að bæði Björt framtíð og Viðreisn hafi farið inn í ríkisstjórn og gefið eftir mjög mikið af sínum málum. Á móti kemur og þau fá náttúrulega eitthvað með það að segja hvernig kökunni verður skipt. Kom það aldrei til greina og hefði það ekki verið eitthvað sem að kannski kjósendum ykkar hefði hugnast? Já, það kann að vera. Ég held nú að með kannanir að þá séu kjósendur svo sem alveg sáttir við það að við stóðum mjög skýrt við það sem við sögðum fyrir kosningar, eftir kosningar. Við töluðum mjög skýrt fyrir því að við vildum fara í þessa miklu uppbyggingu, að við vildum ekki að hún yrði þensluhvetjandi og þess vegna vildum við beita skattlagningu til þess að tryggja það að geta ráðist í uppbyggingu án þess að
valda frekari efnahagsþenslu. Það alveg rétt, það uppgangur. Við erum ekki að nýta þennan uppgang með þeim hætti sem við ættum að vera að gera. Við erum enn ekki til dæmis að setja komugjöld á ferðamenn, þó að við höfum lagt það til núna í desember síðastliðnum og það var ekki samþykkt á Alþingi. Við erum ekki að nýta þau tækifæri sem við eigum núna, því það þetta eðlilegt og það það sem svona þegar maður fer út og hittir annað fólk en stjórnmálamenn, þá segir fólk býtu, við erum nýkomin út úr kreppu og þar var ekki hægt að byggja upp að því það búið að vera svo erfitt og við erum á endum saman og allt þetta. Nú erum við komin inn í uppgangstíma og þá ekki hægt að byggja upp að því það má ekki valda þenslu. Og þarna þetta takast á þessi sígildu sjónarmið bara hægri og vinstri, erum við tilbúin að beita skattlagningu til þess að annars vera að tryggja þessu uppbyggingu og tryggja að ekki verði þensla. Þannig að sko maður í stjórnmálum út af hugsunum en ekki bara til þess að hafa völd, heldur til þess að hafa áhrif og það var á endanum okkar mat. Þið í minnihlutanum neituð að taka við formennsku í nefndum þingsins og þingskapalögunum var breytt einhvern tímann eftir hrun 2011 til þess að rauninni tryggja betri og meira vægi minnihlutans inn á þingi. Þið gerðu þetta einmitt af eitthvað svona prinsipástæðum og síðan eru liðnar nokkrar vikur og rauninni allir búin að gleyma því. Finnst þér ennþá rétt að hafa gert þetta svona og láti meiri hlutunum eftir þá í rauninni bara töglahaldir allstaðar bæði ráðuneytum á þinginu? Það að taka við formennsku í nefndum byggir á því að meiri hluti og minni hluti geta átt gott samstarf og það þýðir að meiri hluti og minni hluti þurfa að koma sér saman það hversu margar þessar formennskur eiga að vera og í hvaða nefndum. Það virkar ekki þannig að meiri hlutin ákveði fyrir minni hlutan, hvernig þetta að vera. Og til þess að geta gert formennsku í nefnd þá þarf auðvitað að ríkja ákveðin trúnaður og ég verð að segja að þetta olli með vonbrigðum. Ég reyndar, satt svo sem ekki við þetta borð, þetta voru þingflokksformenn en þetta var niðurstaðan og hún olli mér vonbrigðum að því ég hefði viljað sjá þessa ríkisstjórn með minnsta mögulega meiri hluta leggja meir upp úr þessu samtali við minni hlutan. Og alveg eins og kom hérna fram áðan fyrir þettinum. Ég held þessi eftirspurn eftir því að fólk tali betur saman og leggja meira á sig til að ná samkomulagi. Á þessum nótum? Þó að það sé ekki endilega sammála grundvallar pólitísk atriði og það geti ekki setið saman í ríkisstjórn á þeim sögum, þá ættum við að reyna að ná meira samtali. Hún hefur talað það, fulltrúar ríkisstjórnar hafa talað svolítið það að út af þessum takmarkaða meirihluta sem þið hafa, þá þurfið þau að eiga í samtali við ykkur í minnihlutanum. Hefur það hafist þetta samtal? Hafa þau verið að teygja sér til ykkar með einhverjum hætti? Það hefur ekki verið mikið það. Það hefur verið á vettvangi einstakra ráðherra en ekki svona kannski þannig að maður geti sagt að það sé, maður upplifir ekki að það sé svona heildstæð stefna ríkisstjórnarinnar en að sjálfsögðu gildir það ekki allar ráðherra. Hyggist þið í Vinstri grænum styðja mál sem að þið telji vera góð frá meirihlutanum? Já, auðvitað það þannig þegar við bara skoðum söguna, bara horfum á síðasta kjörtímabil. Ég meina mjög mörg mál fari gegn í mjög góðri sátt þrátt fyrir að fólk hafi upplifað mjög mikil átök á síðasta kjörtímabili og þannig þetta almennt á Alþingi. Það auðvitað kannski ekki þau mál sem fá mesta umfjöllun og allt það en að sjálfsögðu horfum við nálgumst við málin bara málefnalega og höfum alltaf gert. Tek sem dæmi samgönguráðherra Jón Gunnarsson, hann hefur talað að hann vilja láta skoða allavega að fjármagna vegakerfið með einhverjum hætti í gegnum vegatolla. Þú lýsti því að þér litist ekki vel á það. Samt sem áður máli færa rök fyrir því að slíkt myndi geta hjálpa til hvað varðar umhverfismálin. Út af hverju? Ég held að ef við ætlum að horfa á þetta út frá grænu sjónarmiðunum, sem ég finnst alveg geta verið gild rök, þá held ég að við ættum frá frekar að horfa til þess og við viljum afla tekna, þá höfum við þetta tekjustofna. Við höfum bensíngjald, við höfum olíugjald sem eru markaði tekjustofnar, samkvæmt vegalögum og eiga renna í uppbyggingu á vegakerfinu og leggjast á þá sem eru að nýta óendurnýjanlega orkugjafa. Þannig að ef við varum að horfa á þetta út frá umhverfissjónarmiðum, þá væri það skynsamlegasta leiðin og við höfum sagt það, okkur hækkum við ekki þessa tekjustofna bara í takt við verðlag, frekar en að vera að koma á nýju gjaldtökukerfi þar sem væntanlega er ætlunin að leita eftir því sem ráðherrann hefur sagt, aukinni samvinnu við einkaaðila, þannig að þá erum við líka að horfa upp á svona breyttar forsendur í vegakerfinu sem við leggjum áherslu á, við erum bara að tala um það. Við erum bara að tala um leiðnar út úr Reykjavík, við erum ekki að tala um að séu aðrar leiðir endilega í boði. Þá hlýtur það að eiga að vera hluta grunnnetinu í samfélagslegri eigu. Ef við viljum
Þetta náttúrulega leiðir sem Afla rosalega mikil umferð, náttúrulega miklu minni heldur en kannski ekki stór út á landi og þá ertu að leggja skatta á þá sem að taka bensín og eignast bíla og eru kannski ekki jafn mikið að nota með þessar leiðir inn og út úr borginni. En þá ertu komið með önnur rök en grænur rökin sem ég var að nefna, þannig og ríkisstjórnin hefur talað fyrir því svona, eða allavega einhverju fulltrúar hennar hafa talað fyrir því að þeir vilji frekar horfa til grænna skatta og þá segi ég minnst það bara eðlilegri leið að fara en að fara í vegtolla með þessum hætti. Hvað finnst þér hver vera helstu áskoranir þessar ríkisstjórnar og það eitthvað sem þú hefur sérstakar áhyggjur af í hennar, svona kannski þú hefur skoðað með út á stefnuskránni? Svona ef ég horfi á stöðuna, það er náttúrulega mjög, eins og þú sagðir hérna áðan upphæði, það er mjög góð staða efnahagslega. Við erum í miklum efnahagslegum uppgangi, við erum í raun og veru að horfa upp á styrkingu gengi sem í líkingu við það sem var fyrir hrun. Íslendingar eru fann að hafa gaman að því að fara til útlanda, en leið mun þetta hafa áhrif á ferðaþjónustuna. Þetta er auðvitað umhugsunarefni, hvernig ætlum við að stýra efnahagsmálunum? Hvernig ætlum við að tryggja það sem ég tel vera mikilvægasta verkefni? Það er auðvitað þessi innviðauppbygging og hvernig ætlum við að tryggja það að uppgangurinn leiði ekki til aukins ójafnaðar í samfélaginu. Og það er auðvitað kannski það sem við, ég meina, að því þú spurðir áðan okkur í VG, ég meina við hefum auðvitað lagt mest áherslu á það fyrir síðustu kosningar, þá fórum við í talsverða naflaskoðun og við sem byttu hvað getum við lært af reynslunni eftir hrun og það var í raun og veru að við þyrftum að skerpa á okkar hugmyndafræði, okkar sýn, að við hefum einhverja sýn fram að færa sem væri valkostur. Og ég held að það sé það sem við séum að fá góð viðbrögð við núna, það er svo sýn að skattkerfið eigi ekki bara að afla tekna til að standa undir þessari innviðauppbyggingu, heldur líka að tryggja jöfnuð. Þannig að það sem ég hef mestar áhyggjur af núna, í þessum tímum sem við erum á núna, það er annars vegar þetta bara ofþjökkun á hagkerfinu og hins vegar að þessi uppgangur verði til þess að auka ójöfnuð í samfélaginu. Og það eru þetta margt sem við hefum séð aðgerðir á undanförnum árum, ég nefni það bara hvernig til að mynda veiðigjöld hafi verið lækkuð, hvernig virðisaukaskattur á matvæli var á móti hækkaður sem bitnar mest á tekjulágum. Þetta eru allt aðgerðir sem geta orðið til þess að auka ójöfnuð. Ég tala nú ekki ef við erum að fara að horfa upp á meiri einkarekstur í velferðarkerfinu sem aftur getur orðið til þess að grafa undan þessum opinbera kerfisvegum. Þannig að þetta eru auðvitað stóra áhyggjuefnið og síðan auðvitað vonast ég hins vegar til þess og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn á það að við sjáum árangur í loftslagsmálum. Því það verður auðvitað stóru viðfangsefnin á bara næstu misserum árum. Það er hvernig Ísland ætlar að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Ég held að það sé ekkert launungamál. Það gerist alltaf þegar flokkar stækka og við höfum í rauninni bara, þetta gerist með alla flokka hérna á Íslandi, eftir því sem að fleiri taka þátt og þá náttúrulega bætast við ólíkar raddir og því eru náttúrulega grænt framboð en samt sem áður þegar þið voru ríkisstjórn þá stóðu þið náttúrulega að ákveðnum stóriðjumálum. Það sést ágætlega, sést á samfélagsmiðlum að svona yngra fólki og kannski mikið til þeir sem eru vinstri grænir á höfuðborgarsvæðinu eru mjög mikið á móti frekari stóriðju og ósáttir við svona það sem var gert í þeim málum. Hvernig er erfitt fyrir þig sem formaður að sætta þessar raddir? Ég meina að stjórnmálaflokkar eru bara svona lífrænar heildir og maður á ekkert að hafa, ég líti ekki á það að það sé mitt endilega að vera að þagga niður í einhverjum röddum eða eitthvað slíkt. Mér finnst mikilvægt að allar raddir fá að heyrast en að við séum svona sammála gildi og til dæmis bara í náttúruverndarmálum og umhverfisverndarmálum. Það sem mér finnst best við þau mál er hvað sú umræða hefur þróast fram á við að mínu viti, hvað tíminn hefur unnið með okkur í þeim málum og við erum að sjá bara fleiri segja verðmætin sem við eigum í þessari ósnortu náttúru, þau eru svo stórkostleg að við verðum að passa upp á hana. Það er næstu orðið þverpólitískt mál. Já, og það er auðvitað gerð breyting frá því sem var, þegar ég byrjaði að skipta mér á pólitík og líka á árunum eftir hrun þar sem var mikið svona streita vegna atvinnuleysis og annars. Þannig að auðvitað höfum ólíkar raddir í ýmsum málum og það gerist alltaf þegar flokkar stækka. Það sem mér finnst mestu máli skipta er að VG fái að blómstra á þeirri sín sem við leggjum fram en ekki af því að fólk sé óánægt með aðra. Og það er kannski stóra viðfangsefni finnst mér í stjórnmálum, það er
að vinna að einhverju uppbyggingu en ekki bara ganga út á að vera á móti öðrum. Nú nýtur þú, svona rétt í lokin, þú nýtur sjálf gríðarlegs persónulegs fylgis, alveg langt út fyrir raðir flokksins og sást náttúrulega ágætlega þegar verið var að skora þig að fara í forsetaframboð og margir sem vildu sjá þig þar. Hvar stendur, flokkurinn þinn er svona mest þekktur, eða stendur fyrst og fremst svona í hugum margra allavega fyrir einmitt þessa sósíalísku hugsjón, umhverfismálin og síðan kannski kvenfrelsismálin. Hvar brennur þú helst? Af hverju er það þessu? Ég meina, fyrstu pólitíski samtöki sem ég gekk í voru samtök hernaðarandstæðinga, sem er eitt af því sem þú nefndir ekki, þannig að en ég brenn náttúrulega bara fyrir því að berjast gegn ranglæti og það á við öll þessi mál sem þú nefnir. Og það er það sem rekur mig áfram til að vakna á morgnana og mæta í vinnu. Katrín Jakobsdóttir, takk kærlega fyrir. Við komum hérna aftur að vörmu spori. Takk.